Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við ætlum að reyna að vera svona málefnalega í þessum þætti, förum vítt og breitt. Við erum ekki með þetta stóra pallborð eins og við erum oft með, heldur erum við svona frekar að reifa málin í þessum þætti. Við fjöllum ný fjölmiðlalög, við fjöllum stjórnlagaþing, stjórnarskrá, við fjöllum þjóðernisstolt og þjóðernisskorgeir og svo ætlum að ræða við Harald Líndal Haraldsson hagfræðing sem hefur unnið mikla greiningu á stöðu íslenska hagkerfisins, kemst ekki alveg að sömu niðurstöðum og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, og síðan tölum við líka við Jón Helga Egilsson sem er hagfræðingur og var nú hérna í þættinum hjá mér alllöngu fyrir hrun og talaði um það að það væri gengistefnan sem að væri kannski aðal vandamálið og hann hefur verið að svona þróa þær hugmyndir. En við byrjum hérna á fjölmiðlalögunum sem voru samþykkt nýskeið frá Alþingi, og það er nú eiginlega skömm að því, og maður verður bara að segja, ég gerði það líka, að það var ekki nóg fjallað um þetta í fjölmiðlum, og þetta fjall í skuggana held ég aðalega Icesave og svona öðrum stórum málum. Fjölmiðlarnir sjálfir, þessi lög fjalla um fjölmiðlana, en fjölmiðlarnir sjálfir brugðust að vissu leyti í því hlutverki að fjalla um þessi lög. Þannig að ég held að margir viti ekki einu sinni um hvað þau snúast. Hérna er Guðrún Helga Sigurðardóttir, hún er fráfarandi formaður félags fjölmiðlakvenna, og þið hafið haft ansi mikið við þessi lög að athuga, veit ég. Já, við komum inn í þetta verk í vetur. Í haust þá héldum við félagsfund og fórum að fjalla um lagaumhverfi blaðamanna, og í framhaldi af því að það þróast að þannig að við fórum að fund bæði menntamálaráðuneytinu og eins á fund menntamálanefndar Alþingis og skiluðum okkur umsögn þar sem við gerðum bara mjög alvarlegar, held ég að sé óhætt að segja, mjög alvarlegar athugasemdir við þetta frumvarp. Já. Og erum að finna bara í mjög miklum grundvallaratriðum, held ég, galla á þessum nýju lögum sem að síðan maður allt í einu sett uppi með. Maður hélt kannski að að það er einhver aðdragandi eða það fór svona tönnu sögum hvort það færi gegnið ekki og svo bara allt í einu sitjum uppi með það. Maður var að halda að það yrði kannski lengri umræðu um þetta, en það var, ég man að þegar voru deilurnar á fjölmiðlalögin hérna 2004, að þá var alltaf talað um að það þyrfti að vera svo vítt samráð út um allt og að þetta væri svona langt ferli sem ætti kannski að taka mörg ár. Það voru sögðu gagnrýnendur lagan á sínu tíma, en einhvern veginn, ég segi ekki að þetta verði í skjóli nætur, en þetta er allt í orðið að veruleika. Og hvað er það sem þið finnið helst að þessu? Okkur finnst fjölmiðlanefndin sem áður hét fjölmiðlastofa í þessum lögum, eða í þessu frumvarpinu, okkur finnst hún til dæmis vera bara mjög undarlegt fyrirbæri, hafa mjög undarlegt valdsvið, eiga að gegna mjög margþátta hlutverki, eiga að hafa margar kápur á herðan með einu, og við sjáum ekki alveg hvernig það fer saman, hvernig hún á að geta, ég meina sér til þess að sé fullkomið tjáningafrelsi og eigi í leið til dæmis að vera refsivald og hafa eitthvað eftirlitshlutverk. Okkur finnst það mjög undarlegt. Okkur finnst líka mjög undarlegt hún heyri beint undir menntamálaráðherra og að sé ekkert, ég meina, þú farð á því einhvers konar úrskurði eða eitthvað svoleiðis og þá getur ekki vísað til neins stjórnvaldsstigs eða þú getur höfðað mál, það er það eina sem þú getur gert. Fyrir dómstóli. Já. Og þannig okkur finnst þetta að vera mjög undarlegt og mjög slæmt, og síðan er það bara ráðherrabeint sem að skipar þarna formann nefndarinnar og nefndin, ég meina, það er það framkvæmdastjóri og formaður og stjórn sem að stýra þessu starfi og ég meina, þá er það bara hugsanlega hvaða persónur það eru eða hvaða formaður það er sem að stýri nefndinni, sem að kemur til með að hafa allt að segja um það hvernig þessi nefnd kemur til með að virka í upphafi til dæmis. En hvert er hlutverk þessar nefndar svona, svo við förum aðeins betur í það? Mér sýnist hún bara að hafa bara mjög margþætt hlutverk. Hún á til dæmis, ég meina, það er fullt af alls konar reglum og lögum sem verið að setja, skilur alls konar tilkynningaskyldu, það er verið að setja til dæmis á fjölmiðlafyrirtækin alls konar kröfur það að þau að tilkynna þetta og hitt. Ég meina, mér sýnist þau að gefa til dæmis alls konar upplýsingar úr bókhaldi og allt svoleiðis sem að þau bara senda beint til nefndarinnar á sinn kostnað. Og þannig að þetta er eitt af því, þetta er mjög margþáttað sem hún á að gera þessi nefnd. En hún á að vera einhvers konar svona eftirlit, ég meina hugsanlega einhvers konar svona samkeppnisráð eða eitthvað svoleiðis, ég meina hún virðist eiga að vera í eitthvað mjög breytt valdsvið. Ofsalega breytt. Og hún á að geta, hún getur beitt refsingum. Já. Og hún getur stoppað fjölmiðla. Já, refsingum í hvað var það sektir, dagsektir og vexti og svoleiðis, Já. En getur hún stoppað fjölmiðla eða ykkur marki? Já, ég meina menn náttúrulega svo sem stoppað, þarna kannski held ég
að ég minnist þess nú eftir hvort að það mjög stýrt á það kveður hvort beinlínis getur stoppað en menn verður þetta að tilkynna sig, þeir verða að tilkynna alls konar ritstjórnarstefnu og svoleiðis og ef þeir brjóta í bága við lögin þá þeir bara í erfiðu málum. Ég meina væntanlega geta menn ekki haldið áfram bara eins og áður brjótandi lögin þvers og krus. En nefndin hefur sem sagt hvort tveggja úrskurðarvald og vald til að beita, sko, hún umsagnaraðili, úrsagnar og hefur úrskurðarvald og getur beitt refsingu. Já. Það samræmist kannski ekki alveg nútíma hugmyndum stjórnsýslu. Já, mér finnst það ekki. Já. En hvernig skipað þið þessa nefnd? Já, það síðan sko það eru tveir frá Hæstarétti og síðan það sko frá Blaðamannafélagi Íslands einn fulltrúi, það frá háskólastiginu einn fulltrúi og svo það þá bara ráðherra sjálfur sem að skipa formannin. Sem að það, sko þetta svolítið svona lögfræðings- og dómarakennd nefnd finnst manni. Já. Eins og þeir, sko eins og löglærðir og dómarar séu allt í einu sko orðnir alvitrir tjáningarfrelsi og hlutverk fjölmiðla og hvernig fjölmiðlar að starfa og allt þetta sko, það svona svolítið sko sem að við í fjölmiðlabransanum held ég að hljótum að stoppa aðeins við. Já, myndið þið ekki að næra þetta væri þá fjölmiðlafólk sjálft sem að Já, einhver leyti, sko, ég meina auðvitað kom núna formaður Blaðamannafélagsins kemur eða fulltrúi Blaðamannafélagsins kemur þarna inn, sko. En mér finnst eðlilegt, já, að fjölmiðlamenn komi meira að þessu heldur en aðrir að vísu að tala það að menn eigi að hafa einhverja reynslu eða menntun eða eitthvað svoleiðis í fjölmiðlum. En það líka mjög stýrt í lögum og ég hugsa að það hafi aukist, sko, milli skilurðu í ferlinu. En það samt mjög stýrt að þetta voða mikið löglærðir sem eiga að vera þarna, skilurðu starfsmenn og nefndarmenn. Ég get ekki séð betur. Já. Og svo náttúrulega þessi spurning sko að það skuli ekki vera annað stig þar sem hægt að vísa áfrýja málunum. Stórskrítið. Bara minnst það hörmulegt. Já. Og sérstaklega þegar það svona, þetta er alltaf á persónlegu nótunum, þetta bara nefndin sem hefur ykkur alræðisvald þarna og síðan það þá formaður nefndarinn og svo bara ráðherra. Og allir úrskurðir nefndarinn halda bara áfram óbreyttir jafnvel þó að það sé höfðað mál. Já. Ég meina, mér finnst það undarlegt. Hvernig verður svona, maður bara spyr sig, úr hvaða umhverfi spretta svona hugmyndir? Bara úr gamla Íslandi. Ég meina, þetta bara, mér finnst þetta verið í samræmi við það sem var hér fyrir hrun, sko. Já. Og mér finnst þetta verið svona svolítið, sko, að stjórnmálamennirnir hafi bara svolítið gleymt sér, ég meina, þeir ákveða það að gera svona frumvarp, gera ný lög og það svo sem þurfti að samræma lögin, það þurfti að fara í vinnu. Það alveg ljóst. En en mér finnst þessi lög ekkert sko bera neitt að smerkja að þau séu einhvern veginn framfarakennd eða séu merki nýra tíma eða neitt svoleiðis. Út af þessu sko til dæmis með bara þessa hlutverk nefndarinn og hversu fjölþætt það hvernig hún á að setja einhvern veginn á öllum stöðum við borðið í einu sem að manni finnst ekki passa. Og svo náttúrulega þetta að það skulle vera menntamálaráðherra sem að formaður nefndarinnar beinlínis skipaður af ráðherranum. Já. Og þar ertu náttúrulega komið með stjórnmálamann býsna nálægt því að hafa einhvern veginn yfir fjölmiðlum að segja. Algjörlega. Það bara þannig og það bara megin gallað. Já. Það minnst það bara mjög slæmt. En þetta ekki svolítið með að kúlpa að fjölmiðlamenn bara hróa verðinu meðan þetta var að fara í gegn? Jú. Ég meina það ekki nokkuð af því. Þú veist, ég meina stéttin náttúrulega var ekkert sérstaklega ræða þetta í sinn hóp eða vinnan eitt, ég meina bæði Blaðamannafélagið og félag fréttakvenna, fjölmiðlakvenna sendu umsagnir svo sem til skilurðu Alþingis og allt svoleiðis sko, en að öðru leyti var engin umræða í gangi og hefur ekki verið. Nei, það dálítið slísalegt. Það ræðilega slæmt. Það náttúrulega sýnir sko, kannski erum við svolítið sofandi, ég meina það alveg tvímælalaust þannig. Við höfum sofnaverðin, þetta ekkert í fyrsta skipti sem sofnaverðin, en við þurfum aðeins að reyna að vakna. Já. Aðeins að fara að rífa okkur í gang. En þetta samt svo mikill munur frá því sem var þegar þessi fjölmiðlalög voru til umræðu þarna árið 2004, þá einhvern veginn var þetta allt, þá var allt samfélagið undirlagt tíma, sko. Já, ég skil lítið af hverju þetta hefur orðið svona. Af hverju menn svona einhvern veginn hafa verið seinir í gang og lítið að hugsa þetta og lítið að ræða þetta svoleiðis. Ég bara hreinlega skil það ekki. Já. En þetta á að fara að taka til starfa þá bara núna næstum þessi... Já, þetta bara samþykkt. Þetta bara samþykkt, já. Og við lífum þó að prófa að lifa við þetta. Já. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn, Guðrún Helga.